Ég fékk þetta risastóra hlutverk netagerð Ingólfs. Netagerð Ingólfs eitt af stóru nöfnunum í netagerðinni og þá sama hvort átti við netagerðina eða stofnandann Ingólf Theodórsson. Ingólfur var fæddur á Siglufirði árið 1912, lærði netagerð í Reykjavík og stofnaði ásamt fleirum sína fyrstu netagerð í Hafnarfirði árið 1937. 2 árum síðar fá útvegsbændur í Vestmannaeyjum fyrir tilstilli Sighvats Bjarnasonar skipstjóra hann til að koma til Eyja og veita forystu sameiginlegu netaverkstæði sem þeir ráku. Ingólfur átti síðan eftir að þjónusta Eyjaflotann í næstum hálfa öld. Verkstæði þetta rak Ingólfur frá 1939 til 1947, fyrst í Bjarmahúsinu, Kárahúsinu myndi Arnar segja, síðan í gamla fjósinu að Vesturhúsum og tíma var einnig útibú í Kuða. Eingöngu var unnið með síldarnætur. Ingólfur var mikill eldhugi og talinn einn af færustu og framsæknustu netagerðarmönnum landsins og var árið 1983 veittur riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu af forseta Íslands fyrir störf sinn í þágu sjávarútvegs. Ingólfur stofnaði ásamt eiginkonu sinni, Sigríði Sigurðardóttur frá Skuld, netagerðina Ingólf á sumardaginn 24. apríl 1947. Á síldarárunum var stærsti hluti Eyjaflotans á síldveiðum fyrir Norðurlandi yfir sumarmánuðina. Oft fór Ingólfur með netamenn sína til Siglufjarðar, Reyðarfjarðar og Seyðisfjarðar til að þjónusta flotann á þessum árum og venjulega var Sigga þá með, sáu matseld, þvotta og þrif fyrir liðið. Árið 1963 var byggt við netagerðina og húsnæðið þrefaldað að stærð og var þá talin einn best búna netagerð landsins. Þá hófust líka veiðar með þorsknót. Þarna var Sigurður Ingi Ingólfsson orðinn yfirverkstjóri og starfaði sem slíkur til 15. júní 1976. Fyrir vetrarvertíð 1964 voru settar upp 24 fiskinætur hjá netagerð Ingólfs, auk breytinga á fjölda nóta fyrir fiskiskip allstaðar af landinu. Margir þaulvanir netagerðarmenn frá Siglufirði bættust þá í hópinn og voru við vinnu í nokkra vertíðir. Þá unnu hátt í 50 manns hjá netagerðinni. Árið 1966 var leitað til netagerðarinnar Ingólfs aðstoð við að setja upp veiðarfæraþjónustu í Fuglafirði í Færeyjum með Pétri Jakobssyni, sem var starfsmaður netagerðarinnar tíma. Sigurður Ingi Ingólfsson og Hjörtur Sveinbjörnsson héldu til Færeyja ásamt eiginkonu sínum og unnu ýmis störf tengd netagerð þar í 2,5 mánuð. Síðar fór einnig Sigursteinn Óskarsson og Guðmundur Gunnarsson settu þar meðal annars upp síldarnót. Hérna á þessari skemmtilegu mynd má sjá þegar netagerðin Ingólfur að kenna nemum í stýrimannaskólanum vinnubrögðin, en þetta var þetta var hefð á þessum tíma. Hérna önnur mjög skemmtileg mynd sem sýnir frumkvöðlastarfið. Hérna Ingólfur vann mjög mikið með skipstjórunum, náttúrulega eins og fleiri netagerðir, og hérna Gæsi og hann hönnuðu sérstaka í herpinætur, sérstakann bótt sem þótti mikið framfara skref á þessum tíma. Hérna má sjá Rögnvald Jónsson sem vann hann netagerðinni. Mér finnst þessi mynd alveg einstaklega skemmtileg, sérstaklega vegna þess að veskið sem hægra megin, það í eigu byggðasafnsins og okkur var fært frá fjölskyldu Rögnvaldar. Þetta veski var Rögnvaldur alltaf með þegar hann var að vinna niður á bryggju í kalsastarfi. Þá var hann með þetta fína kvenveski með sér með þessu nálum. Og mér þótti einstaklega vænt það þegar fjölskyldan færði safninu þessar nálar og þetta veski, sem að mér finnst einhvern veginn vera stílbrot við þennan harða og flotta kall, en nei, þetta var hans. Gosárið 1973 landaði Eyjaflotinn víða og til að geta sinnt honum sem best var fyrirtækið þá auk Vestmannaeyja með starfsemi bæði í Grindavík og í Hafnarfirði.
Árið 1976 um 20 karlar á netaverkstæðinu, langmest var að gera í síldar- og loðnunótum. Loðnuveiðar voru miklar á þessum árum og loðnubátarnir sem voru alltaf 100, flestir með 2 nætur, djúpnót og grunnnót. Yfirverkstjóri var þá Sigursteinn Óskarsson og verkstjórar Jón Ólafur Jóhannesson í loðnunótunum og Guðlaugur Jóhannsson í trollunum. Arnmundur Þorbjörnsson sá skrifstofurekstur. Á árunum 1975 til 1980 voru útgerðarmenn loðnuskipanna að stækka skipin mikið sem kallaði á stærri nætur, sérstaklega djúpnætur. Einnig var farið að nota sverara efni þær sem gerði allt umfang miklu meira. Þegar loðnuvertíð lauk tóku netabátarnir við, fella þurfti net fyrir þá og skera af teinum. Að vori voru síðan humatrollin og spælningstrollin. Á sumardaginn 1. 1977 var tekin skóflustunga að nýbyggingu við netagerðina. Húsnæðið var stækkað helming og sett upp eitt fullkomnasta blakkarkerfi landsins ásamt 4200 rúmmetra eldtraustri veiðarfærageymslu. Þessi mynd einstaklega skemmtileg, kannski þeim hugsa það að það eru að koma kosningar. Þetta enda forseta framboð þarna. Árið 1985 keypti Hrafnsetur Vestmannaeyja netagerðina en reksturinn var áfram í höndum Ingólfs. Ingólfur Theódórsson lést árið 1988 og við reksturinn tók Birkir Agnarsson sem starfað hafði við netagerð Ingólfs frá árinu 1974. Áramótin 1992 sameinast netagerðin Ingólfur Hrafnsetur Vestmannaeyja og Ísfélagi Vestmannaeyja en starfaði áfram undir sínu gamla nafni. Árið 1997 netagerðin talin ein stærsta og fullkomnasta netagerð landsins hvað varðar vinnuaðstöðu og tækjabúnað og leiðandi afl í gerð og þróun nýrra veiðarfæra. Starfsemin var þá á 3 stöðum á landinu, í Eyjum, Fáskrúðsfirði og Þórshöfn og starfsmenn 45. Árið 2003 keypti Ísfell netagerð Ingólfs og starfa netagerðin nú undir merkjum þeirra. Það sem mig langar núna til þess að gera vegna þess að það er svolítið erfitt að lýsa svona eldhuga eins og Ingólfi með svona bara hreinum orðum. Þess vegna langar mig svolítið til þess að fá hérna upp Sigurður Óskarsson sem er á þessari mynd. Þessi mynd er tekin cirka 3 árum áður en Ingólfur dó og hann er hér upp á spítala, líkaminn orðinn lúinn en andinn var að sönnu reiðubúinn. Gjörðu svo vel, Sigurður. Góðan blessaðan daginn, Sestur fólki myndi Einar Guðmundsson viðhörðu sér, Sestur fólki. Ég hef ekki svarað að standa í potti svo gulli. Þetta var þannig að 1967 þá býði til fyrstu vélina og var að smíða hann alltaf sjálfur af því að þetta var ekkert efna á því að kaupa menn í vinnu og keyrði hann eina verkið. Það var vél sem tók bátæknin í einu. Þetta er aftur nýjasta tíma. Og þá sáðu náttúrulega Kárum að Siggi nennir ekki að skera af í höndunum og hann bara býtti vél. Jæja, hvað það síðan önnur vél búið til 68 á Akranesi og hún reyndist mjög vel líka. Og svo var það Ingólfur hringdi í mig og sagði ég vil skapa bandar til þess að vinna við þetta hjá þess þú segir bara hvað hann var að gera og ég borga kaup. Og mér fannst það samt alveg frábært og Guðjón gamli í smiðunni kom og var með mig þetta svolítið tíma. Síðan það í kringum 83, 4 þá farið við að eftir sjávarútvegsýningar 84 að þá förum við skal sér þá er búið að panta fullt af vél. Við fórum þessa vél á sjávarútvegsýninguna. Fólk var svona misjafnt flóttið, ég mætti konu sem kom og stóð fyrir fram á vélina og sagði og döpur eitthvað segir þetta keppinauturinn? Og ég sagði, ertu Grindavík? Já, ég er Grindavík.
Jæja, það var þannig að skal ég segja, svo fara fram þessa vélar í Þór, við hefum 12-14 vélar sem fórum allt land, sko. Og svo Ingólfur var alltaf mikla áherslu á það að ég fór bara vél númer 1 þannig. Já, hún fær vél númer 1. Og svo endar með því að ég segi Ingólfur, 1. febrúar, núna klukkan 2, þetta var eins og þetta í janúar í byggjum, þá farið þú fyrstu vélina. Það var hérna gaman á hann að komast og sjá hvernig gengi þegar við vorum að búa til svona prototípana, sko. Jón Leósson var með mér mikið í þessari vél. Og svo man ég eftir einn að kemur hann og ég var rosalega ánægður með daginn. Hann leysti ykkur vandamál sem var erfitt að eiga við og segi það hefur gengið alveg svakalega við daginn. Mikið ósköp, sagði hann. Hann var ekkert ganga. Svo fengum við lánin í sparisjóðnum til því og það komu 2 menn frá sparisjóðsstjórninni og sparisjóðsstjóri og kíkja á þetta og ég alveg sannfærður að það þeir skildi ekki upp með niður í þessu hvað var að gera. En við fengum lán til þess að koma þessi í gang og smíða alltaf þessar vélar. Þetta allt voru yfir. Fyrsta vélin var bara svörtu járni og byggi hérna. Guðjóns, hann var nú mikil hjálparhella í þessu dæmi, sko. Stóð sem vel. Nú svo kemur að kvöldið fyrir 1. febrúar, þá hringi Sigurður Stefánsdóttir í mig hjá Sjónvarpinu. Og þegar spyrja hvernig það gengið með vélina. Og ég segi það heitir svo svoleiðis á og það var afhenta fyrstu vélina morgun, klukkan 2. En þá var ég búinn að frétta það að Ingólfur var á spítalanum og ég fór til Björns Karlssonar, hann var næsta húsi og fljóður til næstingi þar með vélina uppbyttis. Ingólfur hafði þetta var á föstudegi og fyrir morgun hafði Ingólfur eitthvað verið rosalega hress að labba eitthvað á spítalanum til að fá að fara heim. Og segi Björn, má ég ekki bara fara heim helgina? Nei, sagði Björn, við hafaði fram með helgi. Hann trúði því að ég hefði fengið Björn þess að halda bara út af þessu. Jæja, svo kemur hann að því að fara með mér uppbygging í manni til að það var ofsalega falleg spjöður. Glappa til sól og blíða og Stebbi Þór fór að keypti blóm og svo að fara upp í dyr og hann í kjallara þá kemur það ljós að vélin kemst ekki í lyftuna. Hvað ég að gera maður og það engin verkfæri sem losa neitt af en aftast, sko. En svo fundum við það út að með því að setja Sigurgeiri skuld í eitt hornið á lyftunni og arminn á vélinni upp á öxlunum Sigurgeiri, þá rétt slapp upp við það. Það var þetta maður sem að fara upp á loft og hitta hvernig kallið væri á stofu eða hvert að maður fram í setjastofunni. Svo það ljósa hann var í setjastofunni og satt svona með veppina upp á einhverju bekkarna og í hjólastól. Og við förum upp með vélina og þegar við erum að leggja af stað þegar bransinn var komin inn þá kemur einn af alveg og segir, hvað eru þið að gera hér? Ég eiginlega veit ekki segja, þetta er einhver vél frá Björn Karlsson og hann geta gott einu dag og svo komum við hérna upp með þetta og ég keyrði þessu vélina alltaf kallinum og hann sagði einu forð, ég ætla að vera að klikka sig á fyrst og hérna svo segi ég veist ég fyllar á hvernig ég sugur Fyllargangur sé, ég er búinn að lofa klukkan 2, hún er 2 núna og búinn að lofa þá fengjum við vélina, fyrstu vélina 1. febrúar klukkan 2, gjörðu svo vel. Þetta var bara mjög skemmtilegt og Sigurður Stefánsdóttir þegar við sagðum þessu þá sendi hún mann frá sjónvarpinu Gauja Gísladóttir, hann var að taka fyrir þá og Sigurgeiri skuld líka. Þannig að þetta var bara mjög skemmtilegt. Ég var að til með að segja við vorum mjög miklu vinir við Ingólfur og töluðum mikið saman. Eins og þá hann á heilstæðinu í Hveragerði við í Reykjavík og hringdi austur og hann heimsækja við hvernig hann hefði það. Þá var hann verið ofsalega veikur úr nóttina. Og þeir vildu flytja hann á spítala en hann harðneitaði. Það er aldrei á spítala. Svo kem ég til Ingólfs og búinn að vera lengi hjá honum og þá sér hann, viltu ekki góði bjórsveiki? Nei, ég veist ekkert var ekki bjórsveiki. Heyrðu, það er hann 10 bjórar inn í skáp, taktu það undir með þessar.
Ég hef ekki gaman að því Ingólfur, ég finnst ekki góður bjór. Það alveg sama, takk þú þá. Og þá var það málið, það vildi ekki fara á spítala því þá var bara að leita fötunum að sinni í skáp og þá var bjórinn fundinn. Og það mátti alls ekki vera með bjór. Svo setti borgarláðstað út og svo þegar hann okkur hurðið og segir í Guðs almáttugsbænum þess að slá sig utan ég þarf kannski eitthvað aftur. Og síðast sem Ingólfur sagði mig, þá var bara 50 ára dó, ég var það í Reykjavíkur og fór upp á spítala. Þá satt Sigga hjá honum, var að hekla svona í hlýra rúminu og þeir eru að fara út og Ingólfur sagði mér lítið, hann var mjög slæmur sko. Og Sigga segir svona, þeir eru að fara út, við gerðum svo góð stúlka Sissa, hún alltaf svo eindar og hlý og góð stúlka. Þá reis kallinn aðeins og sagði, hún orðið að vera það.